Góðan daginn. Mig langar til fyrir hönd Vodafone að bjóða okkur hjartalega velkomin á þennan morgunverðarfund. Ég heiti Björn Víglundsson og er framkvæmdastjóri sölu og þjónustusviðs. Og þetta er áhugaverður fundur sem að við erum allavega hjá Vodafone mjög spennt yfir. Ástæðan er kannski fyrst og fremst þessi. Í fjarskiptageiranum hefur lífið verið þannig að það tók okkur 100 ára að tengja 1 milljarð heimila með þessari hefðbundnu fastlínu. Við vorum heldur fljótari að koma farsímónum út og höfum á nokkrum tugum ára tengt 7 milljarða einstaklinga með farsímatækninni. En það er einhver ný bylting á leiðinni sem að við erum svona farin að sjá rétt framan í, og það er þetta nethluta, Internet of Things, sem að gert er ráð fyrir að 50 milljarðar tækja munu tengjast á næstu árum, og við erum ekki að tala um í langri framtíð, heldur bara á næstu árum, og þið eru auðvitað farin að sjá þetta gerast í ykkar daglega lífi nú þegar. Þetta mun hafa auðvitað bara víðtæk áhrif býsna víða, og það er kannski ástæðan fyrir því að Vodafone er að halda morgunverðarfundum heilsu, sem að hefur kannski hingað til ekki verið okkar sérfræðigrein. En þessi tæki tengjast inn í allt okkar líf, og heilsugeirin er sannarlega einn af svona þeim stóru sem að munu á okkar mati hafa jákvæð áhrif af þessari tækni, og í því eru alls konar tækifæri og þau þarf að tala. Og okkur langar til þess að reyna að byrja á því hér í dag. Vodafone er leiðandi í þessari tækni og þessari tæknibyltingu sem er eiga sér stað. Það er ekki bara okkar mat, heldur er það líka mat Gartners og fleiri aðila sem eru svona að skoða þetta út frá sérfræðilegu sjónarmiði. Vodafone hefur verið valin leiðandi á þessu sviði af Gartner síðustu 3 ár, og er það kannski fyrst og fremst vegna þess að Vodafone hefur raunverulega tekist að bæða búa til lausnir og koma þeim út á markað og vinna með fagaðilum í því að búa til alvöru lausnir í einhvers konar samtali. Og við erum svo stáheppin að vera raun og veru í beinu samstarfi við þessa sérfræðinga Vodafone. Þannig að við erum ekkert endilega mestu sérfræðingarnir í öllum þessum þáttum, heldur höfum við beinan aðgang að aðilum sem að hafa með einhverjum hætti komið að því að innleiða snjalltæknina inn í hin ýmsu fyrirtæki út allan heim, og í því felst svona kannski okkar sérfræðiþekking og okkar styrkur, og við getum opnað samtal við aðila erlendis sem að hafa gert eitthvað álíka, og fyrir okkur þá að reyna að nýta þeirra reynslu í okkar innleiðingu. Þannig að svona, það er kannski okkar hlutverk í þessu öllu saman, og kannski bara á þess að þetta eigi að snúast mjög mikið tækni í dag, heldur miklu meira bara svona samtalið lausnirnar, að þá er þetta svona í einni hraðri yfirlitsmynd svona hvernig þetta allt saman fungerar, og Vodafone hefur sett það upp með þeim hætti að það í fyrsta lagi skiptir ekki máli hvert tæki fer. Þannig að allan heim er tæki tengt, og það er einn af styrkleikum Vodafone með sitt alþjóðlega dreifinet, að okkur skiptir engu máli hvar tækið er, og með því að byggja upp örugga skýjaþjónustu, að þá er þessi tækni örugg, og við getum sett reynur upp það öryggisstig sem að þarf fyrir hvern og einn viðskiptavin, hvort sem að það er út á hinu almenna interneti eða algjörlega með lokaðri tengingu sem að þarfnast mikils öryggis. Og það var ekki alls fyrir löngu talað árás litlu tækjana í Bandaríkjunum. Það er vegna þess að slík tæki eru bara almennt út á internetinu. Við getum boðið upp á algjörlega lokað og öruggt kerfi, og við teljum að það sé mjög mikilvægt í þessu. Sumar lausnir eru viðkvæmar og þarfnast mikils öryggis, og meðan aðrar eru kannski minna og þarfnast minna. Þannig að þarna liggur sérfræðiþekking Vodafone, en við ætlum að fara aðeins dýpra í það, og til þess að halda utan fundastjórnina, þá langar mig til þess að biðja Guðfinn Sigurvinsson að stiga hérna upp og
kynna fyrir ykkur dagskrána og hefja fundinn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björn. Ég heiti Guðfinnur Sigurjónsson, verkefnastjóri samskiptamála hjá Vodafone og fundurinn fer þannig fram að við fáum núna lykil erindi sem sagt frá Bretlandi og það hann John Lee Davey sem yfirmaður þróunar og snjalllausnum fyrir heilbrigðisgeirann sem ætlar að kynna okkur hvað þeir hafa verið að gera. Við höfum verið minnt á það núna allar rækilega undanfarið að öll þessi snjalltækni og samskiptatækni við erum farin að stóla gríðarlega mikið á hana í öll okkar daglega lífi sem öryggisbúnað hvað ekki síst og það verður mjög spennandi að heyra hans erindi en hann starfar fyrir Vodafone Group í Bretlandi sem við erum í beinum samskiptum við og félagið leiðandi á markaði og þjónustar stærstu fyrirtæki heims á sviði heilbrigðisþjónustu. Reynsla Jóns spannar viðskiptaþróun og nýsköpun þvert á svið stafrænnar heilsugæslu eins og við köllum það, tengdra lækningatækja og greininga. Hann kom til Vodafone frá Johnson & Johnson þar sem hann sinnti vöruþróun og þjónustu fyrir sykursjúka og hann með doktorsgráðu í verkfræði frá Cranfield háskóla í Bretlandi. Þegar hann hefur lokið sínu erindi þá verða pallborðsumræður og þar munu tala Finnur Oddsson, forstjóri Nýherja. John verður með okkur líka, Guðlaug Margrét Jónsdóttir frá Hjartarannsóknum Landspítalans og svo það Sigurður Árnason læknir í fjarheilbrigðisþjónustu á Kirkjubæjarklaustri og Þorvarður Sveinsson forstöðumaður stefnumótandi verkefna hjá Vodafone. Nú fundurinn fer fram á íslensku en ykkur verður velkomið að spyrja eftir á ensku ef þið kjósið svo og svo þetta líka á íslensku. En ég ætla að bjóða núna velkomin í pontu John Lee Davey, Vodafone Group Bretlandi. Thank you for coming today, and thank you for the introduction. I don't speak Icelandic, but I could recognise my own name, so I assumed it was time for me to start. Today I would just like to give an introduction to IoT in general, and I believe some of that has already been done. I can understand some of the pictures as well, but show how that may be applied in healthcare and also draw upon some of the experience where we've seen it being applied in healthcare across the globe. Part of my role in Vodafone Group is to look at where we see trends in particular verticals. So in my instance, it's healthcare, and try and share best practice between the different Vodafone operating companies. And hopefully, I can do some of that today. So just as an introduction to the Internet of Things, and I think the previous chart showed that this is likely to be and it's already beginning to be the next technical revolution. So even some years ago, there were more connected devices than the total population of the world. And that number is just going to continue to grow and grow. And we're already starting to see it transform different industries. So within automotive, and this is shown by the recent Consumer Electronics Show in Las Vegas a few weeks ago. New services are being generated, and our whole automotive experience is going to change. So it started with e-call services in emergency situations, and now it's moving on to complete connected car and Wi-Fi and entertainment systems, and even potentially autonomous driving. And likewise in other industries, so within the food and agriculture, we see huge efficiency gains through reductions in wastage and connected devices associated with that. And healthcare is perceived to be one of those industries that is going to benefit greatly from the introduction of IoT, and hopefully we can show the different ways in the way that can happen today. So we have a broad range of customers, and those customers connect for many different reasons. And within our experience, we see many customers going on a journey. So they may start simply just providing simple alerts or notifications, moving on to more complex operational efficiency and preventative maintenance services, and then in many instances completely transforming their business model, creating new services or new products that shift the direction in which they approach the market. And that's not to say that everybody starts simple.
many solutions that we've seen in healthcare have actually started right at the end of that maturity model. So they've created new products and services that are actually very different. But given the risk-averse nature of healthcare, it's quite common for people to start with fairly simple solutions that enhance the way they do things and try and create efficiencies. But what I'd like to do today is just show different examples along that maturity model and how it's being applied. Every year we run a survey, and I think you've got copies on your table. I've noticed it's our IoT barometer. We survey 1,100 companies across industries to really check the pulse on how IoT is being adopted and applied and what's driving different companies. And we would notice year on year that investment is going up, but also return on investment is going up. And we can check that maturity model is shifting from simple solutions through to business transformation. So within Vodafone IoT, our mission is to transform lives and businesses, and nowhere is that more applicable really than healthcare. We are one of the fastest growing areas of Vodafone Group. Whilst we've been connecting devices for over 20 years, the IoT group was started less than 10 years ago with a group of 7 people. It's now more than 1,300 of us within Vodafone IoT. We approach the market in different ways depending on the maturity of the different sectors. So for example, in the automotive, the example I mentioned before of the new services within the automotive industry, it's clearly a fast adopter, and we've made significant investment in that area and have end-to-end capability. So not only are we the communication provider, but we also have Vodafone hardware and Vodafone end-to-end services that address some of the issues in automotive. We obviously approach different verticals depending on the maturity of that market, and healthcare is a market that is growing quite quickly. So of the more than 40 million devices that we connect worldwide, we connect over 1 million devices in healthcare. And in fact, I think we connect more devices in more countries than any other of our competitors. And what I'd like to try and explain is where those devices are being connected and why the drivers that we see within the growth industry. So I'm sure you're very familiar with some of the macro trends within healthcare and why there's interest in digital technology to transform that environment. So aging population, I suppose healthcare has been a victim of its own success. We are generally living longer, and that means more people for the healthcare system to tend to, and partly due to that increase in age and partly due to changes in lifestyle, the healthcare system is having to address different types of conditions. So there's an increase in prevalence of chronic conditions such as diabetes, and the system really wasn't designed necessarily to tackle those types of conditions in the volume in which we see. And globally, we see a lot of pressure, and no more so than in the UK, on our health system. So there is a huge amount of drive towards efficiency. And technology, and particularly digital technology, is seen to be an excellent vehicle to be able to create some of that transformation. I think that when I had this conversation earlier this morning, the technology is already there. It's a case of integrating it within the system in a way that makes most sense. So you have to excuse some of the words have kind of shifted on the slides, but this image shows the diversity of where Internet of Things can be applied in healthcare. So what I'm showing is not only that maturity model of preventative maintenance to new services. So for example, some of our customers are checking that their devices are still online within a hospital environment, because if they're not online, then procedures cannot be performed, and that obviously adds cost to the system. So it's a case of avoiding cost by ensuring that the devices are correctly maintained, so that typical preventative maintenance service right through to transformational services. So new services that are potentially private in nature, but specifically dedicated to addressing a condition such as
diabetes, and I have an example of that in one of my case studies. But these examples also show how the Internet of Things can be applied across the care continuum. So from preventative, so we see some insurance companies looking at incentivizing their customers to be more proactive around their health, and they will be rewarded for that behavior, to chronic disease management, as we mentioned, around diabetes and congestive heart failure, and even in the acute setting. And we see how it can be applied not only in a clinical environment, but also in the patient's home environment as well. And we also have examples of how it can be applied in between those two environments, so connecting ambulances, for example. So we have a number of examples where the ambulance is relaying vital sign data to a patient record system within a hospital environment, so that when the patient is received within that hospital environment, the clinicians have a much better view on the status of that patient, and are better prepared to be able to address that patient's needs upon arrival. So we have an example in the UK for Great Ormond Street, where the children are being transported from regional hospitals into Great Ormond Street, and the vital sign data is being relayed real time into that patient record system within Great Ormond Street, and that's it's a great example of how that data can be used to better prepare clinicians and ensure that the patient receives the best treatment. So whilst the range of those types of applications might be quite diverse, and what they're trying to address might be quite diverse, there are a number of common building blocks within what we would label the IoT value chain, and this is really very much from a technical perspective. So on the left-hand side, it's the connected hardware. The devices themselves maybe have connectivity directly embedded that allows that information to be relayed to a hosting capability, or it may be that devices are tethered to something that allows that transmission. So it may be, for example, it's quite common to see Bluetooth transmission to a tablet or a phone, or a particular hub for transmitting that data to the back-end system. Vodafone, our predominant capability is around connectivity, but we also have interest within the hardware and hosting aspects as well. But it really depends on the region in which we're operating. Once that data is transmitted into the hosting environment, quite often there are different layers of software application, and we see that split into the software that's more addressed to looking after the devices themselves and management of the service, and that's quite important for a large element of our customer base, who are private manufacturers of medical devices. But the real value is actually in the application and what you do with that data, and how that data is either reported or conceived by the end users, so whether that be clinicians or patients. And one of the other considerations that's not labelled on this diagram is and again, no more so is this relevant than healthcare, but it's the notion of security. So across this value chain, it's about how we secure that environment end to end, and that's something that we have significant experience of within Vodafone IoT, and we have a dedicated security line of business that's newly formed within Vodafone Group, to be able to support with those security concerns. So our approach to the market, and this is not necessarily specific to healthcare, but this is generally, we recognise that Vodafone has expertise in a particular area of that value chain, but we also recognise that to build a comprehensive end-to-end solution in IoT, it takes the expertise of more than one stakeholder. So it's important that we work with the right people and the right partners and bring that experience in to provide the best solution. So we have a range of partners. Some of these are very large organisations that I'm sure you're very familiar with.
and some of these are a lot smaller. And depending on the vertical industry, we also will partner with specialists who have that expertise within that particular market. And again, in healthcare, I don't think it would be irresponsible for me to say that Vodafone couldn't possibly have the knowledge in all aspects of healthcare in which we address. So it makes sense for us to partner with the right organisations. And there's a couple of examples here. Volantis is a French company that develops algorithms for treatment of various different conditions, such as diabetes and oncology. And that their expertise coupled with our technology makes great sense. Just through the next few slides, I wanted to give a few examples of some of that diversity and where our customers are using Internet of Things technology to address some of those areas that I mentioned before. So this first example is trying to tackle a challenge that is very common in healthcare, and it's around medical adherence. So I think there are some fantastic statistics that exist around the adherence challenge. So I think the typical adherence rates to oral medications for cancer drugs are around 50%, which is is pretty astounding considering the severity of that particular disease. And there are a number of different approaches that people have tried to incorporate technology to address the challenge of adherence. And this is one such example. So this is a small company called Health Beacon. Their approach is to connect a Sharps disposal box. So a typical disposal box is fairly bright in colour, so it's orange or yellow. Doesn't look particularly great within a home environment, and it doesn't have any feedback on that patient behaviour. So in this instance, a text message, an SMS, is sent to the patient to remind them to take their medication, and then there's a camera within this box that takes an image of when the Sharp is disposed after the patient has used it, and then that builds up a picture of that particular patient's medication use. Health Beacon are working in conjunction with some large pharmaceuticals and providing this as a service or as an adjunct to those particular medications. And the pharmaceuticals have a particular interest in increasing adherence because partly if patients don't take the drugs, they don't work as they're intended to within the real world environment. And also pharmaceuticals have interest because they lose revenue if patients aren't taking drugs. The next example is again diabetes. It's a company called Diabetacare. It's a Indian UK company. Diabetes prevalence in India is a significant issue. Diabetacare have a solution that supports diabetes patients from diagnosis right through to treatment. And at the centre of that solution is an electronic medical record that incorporates a number of modules relevant to those particular patients. So there's a module associated with retinopathy, nephropathy, and there are educational components in this system. So not only do the healthcare professionals have their own portal, but patients also have their own portal where they're able to access educational content and also their patient records. So IoT technology is used within Diabetacare to simplify the connection of the vital sign data. So in this instance, Diabetacare have embedded IoT technology within their blood glucose meters and their blood pressure monitors to allow automatic transmission of data into that electronic medical record. And given the population size of India and the challenge of diabetes within that environment, they are beginning to accumulate a significant number of patients within that system quite quickly. And they're now taking that experience to the Indian community in the UK and looking to work with the National Health Service in the UK, where we have
similar challenge as do many other countries around the increasing prevalence of diabetes. And again, it's an example of having a global solution and using a consistent technology from one country to another. This next example is very different in nature. It's around the rehabilitation of patients that have suffered a stroke or spinal injury, and helping to support their ability to walk again. This is an exoskeleton that contains a number of different sensors and aids to support that rehabilitation process. And connectivity in this instance relays the information from those sensors to the therapists and the clinicians involved with that rehabilitation process. And there are, I think, several studies done by Exobionics that indicate that this has actually helped reduce the time taken to get the patients back on their feet. So again, it's about bringing efficiency into the system, but also bringing quality of life to those patients as they're vastly improved on their road back. The following example is again slightly different. So CRF Health is a Finnish company. They specialise in the capture of patient record data during clinical research. So a lot of their customer base are large pharmaceuticals running clinical trials. So CRF specialise in providing questionnaires and applications to patients that allow the capture of data from those patients during trials, so patient-reported outcomes. And this obviously has benefits in terms of comparison with paper collection of data, which is the traditional gold standard for clinical research. It's a simple digital transformation, so electronic record capture versus paper record capture. The particular challenge within the clinical trials and clinical research is that the patients are provided with tablets as part of that service, the tablets or mobile phones, because the intent is to provide a consistent experience in which the patients are to record that data, so that no bias is introduced into that response. And they have to do that on a global basis, so they're deploying those tablets 30, 40 different countries, and it's a very sensitive environment. So the patient obviously is not just applicable to clinical research, but across healthcare. Sensitive data is being entered into that tablet, so there's a great need for security and control, and there's also a need for control of costs. So if tablets are being provided or mobile phones are being provided to patients, the patient could potentially be running up significant costs in using those devices for whatever they see fit. So they want a very controlled environment, and by having global connectivity and also security tools that can lock down the tablet and also provide visibility over that tablet usage is a great benefit to companies like CRF. But it's not only applicable in global clinical research. A lot of telehealth solutions actually have a tablet with a specific app at the center of that particular solution. So we have seen a lot of interest within healthcare for smarter and more secure capability on those devices. This final example is a project that's been ongoing for a number of years in Vodafone Czech, and this is a classic chronic remote patient management project. So it's the initial target was looking at patients with congestive heart failure, patients with diabetes and also hypertension, and it's an EU-funded research program, and it's looking to really hone or improve the ability to provide remote patient monitoring services for the management of chronic diseases. The initial pilots, I think, were pretty successful, and the technology setup was fairly typical for these types of solutions. So there are a number of Bluetooth-enabled vital sign monitors that
communicated with an application on a tablet, and then that tablet uploaded the data to a secure back-end, and the clinicians could access that data and provide remote support to those patients. And there were a number of benefits from the patient's perspective. For regular checkups, it meant that they didn't have to travel to make appointments, and there's a huge amount of benefit in terms of quality of life and the service provided by those clinicians. And it also meant that having a central patient record system, the clinicians were able to access that data where appropriate. Whilst I say these projects, and it's going from the initial pilot phase into a scale-up phase now, where they're expanding the range of conditions that they're treating and also increasing the number of patients. But whilst I say that it's been very successful, it also there are a number of observations in there that point towards the way that certain aspects need to improve, and a number of the patients in there are more elderly, and their affinity with technology wasn't particularly maybe as good as some of the younger participants. And really that's showing a need for new technology that creates a much simpler user experience. And that takes me on to the next topic of the next generation of what Vodafone is working on, and shows how that could be used within the healthcare environment as well. So one of the areas that Vodafone is really improving our capability around in terms of network is NB-IoT. So this is narrowband IoT network technology. This is a low-powered network technology that uses our existing infrastructure to provide a network capability that is much more geared towards connecting devices and devices that require low bandwidth application. There are many different advantages to low-powered technology, such as NB-IoT. For example, the battery life can be vastly extended. So, if we consider recharge time on a wearable is typically days or maybe weeks, some of the tests have shown NB-IoT to last up to 10 years in particular applications. It has a much better ability to penetrate indoors, and again, given a lot of remote monitoring applications take place within hospital environment or a patient's home, that indoor penetration is greatly needed, and also it's much cheaper. So embedding this direct, secure connectivity into devices is going to be much more cost effective, and that's partly the reason why a lot of device manufacturers have chosen Bluetooth, is because it's very cheap relative to other technologies, and NB-IoT is going to be a much more user-friendly approach to connectivity than for example, Bluetooth. So just relaying this back to healthcare again, so looking at where it can be applied within the healthcare environment. I've already mentioned wearables, and we know that and there was a paper in PLOS Medicine that examined this. Actually, the attrition rate on wearables is pretty significant. So after 1 year, I think 50% of people don't use those typical fitness trackers, and part of that is down to user experience, the complication of it. So simplifying that, not having to rely on a phone to communicate that data, and having something that relays it directly to the back end is greatly advantageous. Likewise, in the independent living market, so aging at home, these are sensors around the home that can track elderly behavior to notify of a fall or a particular alarm. Again, that particular population, I think the target age for manufacturers of that type of solution, they're looking at a target age of 75 years old. So whilst
as we get older, we are becoming more technologically aware. And as the example in Vodafone Czech showed, there is still a technology barrier or obstacle for some of the more complex solutions. So again, having a much more simplified means of transmitting that data within a home environment is greatly advantageous. And the same applies for medical adherence. They use the same technology, so having connected injectors, connected inhalers greatly simplifies that process, and it relates back to medical adherence, which I described before. The last example is in the centre there, smart cities, and there have been one or two examples of showing how connected cities can benefit the population on a much wider scale. So in Chicago, there's a particular project that looked at installing air quality sensors around various parts of the city, so that on days of high pollution, it could notify vulnerable populations. So, for example, those of asthma around that there were high levels of pollution or particularly bad air quality that day, and it would allow those respiratory sufferers to take action or preventative action. So it's much more geared towards public health, and we also see other examples in Spain as well, where the link between social care and healthcare is maybe greater than in other countries. They actually have municipality-wide notification systems around days of poor quality, and we can see how that be greatly enhanced with having different environmental sensors placed around a city. So that gives an overview of the transformation that's coming. The predictions are that narrowband IoT will be the network technology of choice, but of course, network technology is only one aspect of creating a solution. As I showed on the value chain, there are a number of technical components, and then overlaid onto that, it's not just about technology. It's about how people interact with that technology, and it's about how that technology integrates with the system. And I believe that's probably part of the discussion that we're likely to have now. So I hope that gave you a good overview of where we're seeing IoT technology being deployed now, and also how we see it evolving into the future. So I'd like to thank you for your time, and if you have any questions, then feel free to email me or contact the Vodafone Iceland team. Thank you. Thank you so much for this introduction, John. Nú ætlum við að hafa pallborðsumræður og John tekur þátt í þeim, og ykkur auðvitað velkomið að spyrja eins og þið viljið, bæði allan heila söfnuðinn og eins einn eða tvo eða fleiri. Þið hafið það bara alveg eins og þið viljið. Þetta er auðvitað mikið af upplýsingum að taka inn, þess vegna bendi ég á það eru bæklingar á borðunum, og það er hérna einn íslensku. Þið getið til dæmis senda okkur fyrirspurnir á eot@vodafone.is ef þið hafið einhverjar spurningar eftir fundin, og svo þetta getur við rætt saman hérna á eftir. En mér sýnist svona allt orðið klárt í umræðurnar, og ég vil biðja fyrstan að ganga á pallinn, Finn Oddsson, forstjóra Nýherja. Hann tók við starfi aðstoðarforstjóra fyrirtækisins í nóvember 2012 og við starfi forstjóra í ágúst 2013. Hann var 5 ára skeið framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs og er með doktorsgráðu í sálfræði frá West Virginia háskóla í Bandaríkjunum. John Lee Davey, I've already introduced you, but please take your seat. Svo er það Guðlaug Margrét Jónsdóttir frá Hjartarannsóknum Landspítalans í fjarvöktun. Hún er starfandi lífendafræðingur á hjartarannsóknadeildinni sem er stuðningsdeild við bæði hjartagátt, hjartaþræðingu og hjartadeild LSH, og hún er einnig umsjónarmaður fjarvöktunar sjúklinga með gangráða og bjargráða á landinu. Svo er það Sigurður Árnason, læknir í fjarheilbrigðisþjónustu á Kirkjubæjarklaustri. Hann er sérfræðingur í krabbameinslækningum og lyflækningum, og hann er, sem fyrr segir, yfirlæknir á heilsugæslunni á Kirkjubæjarklaustri, þar sem Auðbjörg Brynja Bjarnadóttir, hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir, og hann hafa á undanförnum árum verið að þróa aðferðir
til þverfaglegra samskipta í fjarheilbrigðisþjónustu og hann einnig yfirlæknir sjúkradeildar heilbrigðisstofnunar Suðurnesja. Svo það Þorvarður Sveinsson, forstöðumaður stefnumótandi verkefna hjá Vodafone og Þorvarður hefur verið yfirmaður stefnumótandi verkefna hjá okkur frá 2015. Auk þess að leiða stærri þróunarverkefni félagsins vinnur hann með teymi sérfræðinga að ýmsum nýsköpunarverkefnum sem snúa að þróun og framtíð fjarskiptageirans og hann hefur unnið í fjarskipta upplýsingatækni auk fjármálageirans frá 2003 og rafmagnsverkfræðingur frá Háskóla Íslands og með meistaragráðu í fjarskiptaverkfræði frá Harvard University í Bandaríkjunum. Velkomin. Eins og ég sagði áðan þá ætlum við að hafa þetta þannig að fundurinn fer fram á íslensku en ykkur auðvitað sjálfsögðu velkomin að spyrja líka á ensku. Ég ætla svona að gera hvoru tveggja, minnstu kosti ég ætla að fá að opna fundinn og fá aðeins frá hverju ein ykkar svona bara stutt hvaða svona helstu sóknarfæri þið sjáið í þessari tækni fyrir heilbrigðisgeirann, svona það sem þið sitjið. John, I was asking about the benefits for the healthcare system, Icelandic healthcare system as a whole with this IoT technology. Finnur, þú byrjar. Já, takk fyrir aldeinan fund og bjóða mér að koma. Bara svona örstutt, ég held að John hafi dregið fram ákveðin viðfangsefni sem við erum kljást við og vel flestir vita af, sérstaklega þessum tengjast heilbrigðisþjónustu. Við erum í rauninni að upplifa aðstæður þar sem að álagið á heilbrigðisþjónustu að aukast, fólk að verða eldra, við erum að sjá meira og meira af þessum krónísku sjúkdómum sem við þurfum að fást við og geta heilbrigðisþjónustunnar, fjöldi lækna, fjöldi hjúkrunarfólks kannski ekki að aukast í takti við magni sem þarf að fást við eða viðfangsefni sem þarf að fást við. Þá veltir maður fyrir sér möguleikunum sem við höfum í að kljást við þetta með þá hagkvæmum hætti og í mínum huga það óhjákvæmilegt annað en að við nýtum tæknina til þess og kannski bara svona til að tengja við aðra hluti fyrir 117 árum síðan þá störfuðu 40% af öllum Bandaríkjamönnum í landbúnaði. Í dag eru bilinu 1-2% sem starfa í landbúnaði. Tækniframfarir hafa í rauninni bara hjálpað okkur að breyta hlutföllunum fólki hvað það gerir og í hvað það sinnir sínum störfum. Við tökum þetta svo aðeins áfram eftir það finnst held ég vel flestum eins og þeim sem eru á mínum aldri eða yngri það fáránleg hugmynd að fara á vídeólegu. Netflix basically drap vídeólegunar. Og við svona bara reynum að hugsa þetta áfram inn í heilbrigðisþjónustuna. Hvað eiginlega, erum við komin á þann stað að sjá Netflix heilbrigðisþjónustunar koma upp? Er það mögulegt? Og þurfum við þess ekki sennilega? Þegar við horfum á í rauninni trendana í heilbrigðisþjónustu, trendana í heilsu og síðan möguleikana sem að snjalltækni, IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence búa til, það í rauninni allt það aragrúf af alls konar skynjurum sem að safla upplýsingum okkur, heilbrigðistengdum upplýsingum og í gegnum þessa skynjara getum við safna gögnum sem eru mjög áhugaverð út frá heilbrigðissjónarmiðum. En það algjörlega ómögulegt fyrir fólk sem vinnur í heilbrigðisþjónustu að vinna með þessu gögn eitt og sér. Við þurfum einfaldlega upplýsingatækni, snjalla tækni til þess að fást við þetta, einhvers konar tauganet eða Artificial Intelligence og svona til að púsla þessu saman, til þess að búa til eitthvað Netflix heilbrigðisþjónustunnar sem þýðir algjörlega ekki að heilbrigðisstarfsmenn verða ónauðsynlegir, það bara fjarlægir, þið bara ráða ekki við umfangið, þá þurfum við hagsmunaaðilar sem koma að þessu og þá erum við að tala heilbrigðisþjónustuna, tala hið opinbera, heilbrigðisstofnanir og opinberar stofnanir, einkafyrirtæki eins og Vodafone eða fyrirtæki eins og Nigeria og TM Software að hlaða saman eða setja saman úr bútum sem við höfum
aðgengilega heildarlaust sem með einhverjum þeim hætti að við getum meðtekið þær upplýsingar sem að við munum hafa aðgang að og komið með einhvern gagnlegan farveg og þessi gagnlegi farvegur aftur bara með vísan í Netflixið hann krefst þess að við vinnum öðruvísi. Við þurfum að breyta vinnubrögðum. Það alveg örugt mál að formið á heilbrigðisþjónustu verður ekki eins eftir 10 ár og það var fyrir 10 árum. Við getum alveg held ég þóra að hengja mig upp á það. Þannig að það kannski svona pælingin og það sem gerir þetta spennandi fyrir fleiri aðilin heldur en heilbrigðisþjónustuna. Takk fyrir, John. Your answer. The benefits. That's my question. In terms of the benefits of the technology to the healthcare system. Yeah, as a whole. Yeah, there's actually an image of the US government have created around the vision for digital health that explains this quite well. And they show it that as data is collected up over an individual and then a clinic and then a population, it shows the benefits to the system at the different levels. So at an individual level, it's around collecting more information for the patient to be able for them to make decisions that affect their own treatment. So it gives them more insight into be able to make better decisions. And then at a clinic level, it obviously has benefits of looking at either the performance of that clinic or how that clinic is tackling different patients or facing particular challenges. And as we shift towards more performance-based healthcare, I think that a particular interest to the government or funding agencies. And then at a population level, it's providing insight into how clinical standards of care are their appropriateness of those standards of care and how they should be adapted to address the new insight that's been drawn from having these large population data sets. So by having big data and being able to understand the different interactions between populations and the influences on those populations, is being able to inform new guidelines and new standards of care that then trickles back down to better treatment at the patient level. So I think I've tried to explain that diagram, but I think you can see benefits at various different levels of the population. Mm-hmm. Thank you. Þið megi bara fara að gefa mig líka merki ef þið viljið sjálf spurja. Herdís og Kó ganga hérna með hljónema á eftir. En Guðlaug, ég vil kannski aðeins umorða spurninguna til þína því þú er svona svolítið innsýn inn í þetta, hvernig svona horfir þetta við þér þar sem að þú situr. Sér þú svona eitthvað sóknarfæri í þessari tækni sem að svona augljóslega getur gagnast þér í þínu starfi? Já, sjálfsögðu. Ég byrja að þakka fyrir að vera boðið í hana fund. Það mjög áhugavert og frá mínu sjónarhorni sér sem er náttúrulega frekar lítið í sambandi við þetta. Frá Landspítala þá er ég að vinna við fjarvöktun á gangráðum og bjargráðum og ígræddum holtesýritum sem að fólk þarf að koma til okkar í eftirlit misoft frá 3 mánaða fresti til ársfresti og með fjarvöktun sem við erum frekar nýlega byrjuð að nota náttúrulega eykur þetta öryggi þessa fólks sem er kannski langt út á landi og erfitt með að komast í bæinn og mér finnst þetta mjög spennandi kostur fyrir miklu fleiri sjúklinga heldur en eru bara gamalmenni lengst út á landi af því að það getur eitthvað komið fyrir fólk sem býr hérna í bænum, það getur eitthvað bilað á tækjanum sem eru bara við Mosó eða Kópó eitthvað svoleiðis og þetta fólk á kannski erfitt með að ná í okkur en þessi fjarvöktur sem við erum með gera okkur kleift að fylgjast með bæði tækinu sem sjúklingurinn er með ígrætt í sig sem er gangráður eða bjargráður sem er stuðtæki fyrir fólk sem er að fara í hjartastopp og eins ígrætti sýritar þar sem við erum að leita að einhverjum galla eða einhverjum klikkun í hjartslættinu sem gera verkum að þetta fólk er að hrynja niður í tíma og ótíma og við finnum ekki hvað er að, það sést ekkert í hjartslættinu og þetta fólk fær ígrætt í sér tæki
fer heim með fjarvöktunartæki og við getum lesið af því bara hvenær sem og þetta er náttúrulega gífurlegt öryggi fyrir þetta fólk. Við erum núna með 100 manns í fjarvöktun sem eru aðalega bjargráðar en líka erum við að auka þetta mikið til muna. Það sem hefur aðalega hindra okkur í þessu náttúrulega fjármagn. Þetta kostar og hver hefur ekki heyrt fjársvelti Landspítalans. En við erum bjartsýn og mjög spennt fyrir þessari tækni og vonumst til þess að þetta muni, þessum sjúklingum muni fjölga mikið sem að geta nota þetta. Við getum leyft þeim að nota þessi tæki og bara svona til að segja ykkur hvernig þetta tæki bara eins og lítið farsími sem liggur á náttborðinu og þetta virkar í gegnum GSM-kerfið og sendir automatist á hverju nóttu. Þannig sjúklingurinn þarf ekkert að hugsa, hann þarf ekkert að kunna á snjalltækni eða neitt svoleiðis. Hann þarf bara að vera með þetta í sambandi við rafmagn á náttborðinu. Og síðan fylgistu með þessu, þetta upplýsingar að fara inn í einhver gagnagrunn sem að framleiðendur fjarvöktunartækni stjórna. Við nálgumst á netinu, eins og bara með margt annað, nálgumst á netinu, lesum af og ef við sjáum eitthvað sem annað tækinu eða þetta gefur okkur líka til kynna til dæmis hjartsláttaróryglu hjá sjúklingnum og patient activity sem að skiptir kannski engu máli en það ýmislegt svona í sambandi við mekanisman í tækinu að þá getum við kallað fólk inn í staðan fyrir að láta þetta fólk vera að koma 3 mánaða fresti kannski frá Langanesi eða eitthvað þar af því að þetta eftirlit bara hægt að gera á Landspítala. Takk fyrir þetta Guðlaug. Sigurður, þú hefur líka reynslu af tækninni? Ég get ekki talað sitandi. Ok. Ég nú ekki vissum, mér lítið stuð á þessa health fix, þannig hugmyndina. En ég náttúrulega kom með gráakortið, þannig að það kannski mitt mál. Það sem ég ætlaði að tala svolítið, það þannig hvað við höfum gert á Kirkjubæjarklaustri. Það þannig að þangað eru 300 kilometrar eða 270 kilometrar á bænum og fyrir eitthvað sem fer til læknis í Reykjavík þá keyrir hann kannski 550 kilometra til að segja Jóhann, þið líður ágætlega og fer svo heim aftur. Og það þetta sem að lækningabúnaður sem í raun og veru ekkert annað heldur avansefur samskiptamáti til að safna áreiðanlegu data það að segja að ég get og kerfið okkar þannig að ég læknir þar aðra hvora viku hina vikuna þar hjúkrunarfræðingur sem líka ljósmóðir og þá vikuna tölum við saman í gegnum síma, gegnum tækin okkar sem heitir Agnes hvað Agnes? Það bara svona verkfæri, það sem myndavél, hlustunartæki, EKG, eyrnaskoðunartæki, etc. Þannig að hún getur, til dæmis ef þú væri 5 ára krakki, þá getur hún tekið þennan myndavél í eyrað á þér og ég sé bara í iPadinu mínum hvernig þetta lítur út og við getum sagt gerum svona. Og þetta þýðir það í raun og veru að þessi tækni gerir það möguleika að delegera verkefnin til annarra og að leggja af þessar úr fornesku hugmyndum það að þú sért að fara til læknis. Þú ert að fara á heilsugæsluna til að fá leyst vandamál. Og þetta verkfæri það nú garði gerð að við getum haft farið og talað við hvaða sérfræðingi sem í veröldinni. Lungnalæknirinn okkar, hann flutti frá Íslandi á fátæktarárunum 2007 og hann í West Virginia í Bandaríkjunum, í svona ekta Trumps plássi og hann getur skoðað öndunarprófin sem í þessari vél og kemur svo með konsult. Við sendum honum út, hann fær bara SMS og vaktar vonandi við það, það með tímamunur og þá fer hann í tölvuna sína, kveikir þar á og þar getur hann farið inn í prógramið okkar og serverinn okkar, hann í Boston í Bandaríkjunum, það alveg öruggar leiðslu sko, og þá getur hann séð akkurat bara þennan sjúkling, enga aðra. Hvað ég að segja með þessu? Það hægt að nota þessa tækni til þess að ég ekki bara skoði eyrun og þér og barninniðinu, heldur líka til þess að kenna fólki,
til þess að fylgja eftir geðsjúkum sem þor ekki að fara heiman, til að fylgja eftir börnum, til að fylgja eftir, þetta í nánast í hverju einasta fangelsi í Bandaríkjunum. Þið getur ímyndað einhverju fangar sem eru 60% af þeim með attention deficit. Þeir eru miklu vanar því að tala við tölvur heldur við fólk. Og börn til dæmis sem eru með svona athyglisbrest, það er miklu auðveldar að nálgast þau í gegnum þetta, menn hætta að vera hræddir við fangana. Þannig að þetta, að sá sem ekki, segi ég enn og aftur, sá sem ekki hoppar að þannig var, hann er bara bjáni. Það er flóknanir, það er að leysa öll, og bara svo ég tækti þið fram, það er að leysa, við leysum svona 95%, ég og Auðbjörg Brynjar Bjarnadóttir, munum þetta nafn, þannig að við leysum svona 95% af öllum vandamálum í gegnum fjartækni. Og það náttúrulega stafar að því að hvað er mikilvægast við þessar fjárbúðar? Það er að það byggir trausti, og þetta er óskaplega skemmtilegt, og þetta byggist á trausti og auðveldar manni að búa til teymi. Þetta er teymisvinna. Og teymisvinna neðsti steinninn er traust. Og þetta þýðir það að í raun og veru að manneskja sem má ekki, þið getur ímyndað hvað þetta er hallærisleg. Þannig að hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir, hún má sauma kynfæri kvenna, en hún má ekki sauma hné og kalli sem dettur með þessi. En með því að tala saman, geta skoða sjúklinginn saman og fara í gegnum málinn, þá er þetta unnvörpum að leysa þessi vandamál og nú erum við að fá, skal ég segja ykkur, þið sjáðu sjúkrabílinn á myndina náðum, við erum að fá í bílinn okkar kamerur, þannig að við getum skoðað sjúklinginn ef þeir fara til svo slysastað, sjúkrabílamenninni, þá getum við skoðað sjúklinginn bara í paddinu mínum eða á stöðinni og sagt gerið þetta, gerið þetta, gerið þetta, gerið þetta. Þetta er vel þekkt tækni bæði í Berlín og í Álaborg í Danmörku, þar sem að menn geta notað þetta til þess að greina til þess sem fyrst heilaáföll. Hvað liggur á, þarf að flytja hann strax. Þannig að þetta er slík bylting, þetta er svona það bil, eins og maður segir við bændur svo í stíli, þetta er svo að fá mjóltavélabúnað. Það stílaði samhengi og forréttindi okkar á Klaustri er það að það er mikið af gömlum fólki sem býr eitt og enga afkomendur. Þannig að þegar það deyr, og við reynum að sinja því óskaplega vel með það er svona veikt síðustu vetrarna, þá gefur það okkur peninginn sinn sem hefur haft undir kotta. Og þetta gerir það að verkum að þegar alltaf að tala um andskotans ríki, að treysta ríkinu fyrir svona nýjungum, það er svona eins og að treysta á jökulvatni þegar maður þarf yfir ána. Og við erum frjáls, við getum keypt hvað sem er. Þannig að til þess að gera þetta. Þannig þetta að brúka þennan búnað, að nota þessar aðferðir, það er slík bylting að maður bara fara heim ef maður tekur ekki. Takk fyrir þetta, Sigurður. Ég held að við sem komum svolítið með kostina svona fram í dagsljósi marga að minnsta kosti og mér langar aðeins til að umpóla spurningunni núna að fara aðeins inn í og spyrja Þorvarð og Finn Oddsson öryggisþáttinn. Það eru engar upplýsingar eins viðkvæmar og heilsufarsupplýsingar og örugglega margir þekkja það nú að senda vandræðilegt SMS á eitthvert vitlaust út í buskan. Er alveg gilt fyrir það að maður sendi heilsufarsupplýsingarnar sínar eitthvert út í bæ með þessu? Þorvarður og svo kannski Finnur. Já, takk fyrir. Takk fyrir að koma þennan fína fund. Öryggi skiptir náttúrulega gríðilega miklu máli og það er það sem skiptir líka máli að við séum það með fjarskiptainnviði sem geta stutt á að þetta sé gert með öruggum hætti, að þetta sé til dæmis ekki endilega bara yfir eitthvað tæki sem keypt á Amazon og framleitt í Kína og allt í einu er það notað til að hakka, mögulega til að brjótast inn í NSA í Bandaríkjunum eða þá stela gögnum. Það skiptir máli að það sé vandað til verka, skiptir máli að það sé hugsuð heildstæðlaust, í rauninni þá alveg frá bakenda og alveg að framenda. Það skiptir máli að hönnunin eins og John kom inn á áðan sé þannig að notandinn vilji nota þessa lausn. Það skiptir máli að gögnin sem að koma úr þessari lausn séu ekki bara örugg, heldur að því formið að læknir geti notað við og að hann fái jafnvel tilkynningu ef að þarf að bregðast við. Þannig að þetta allt sem að spila saman.
Þetta mitt stuttasvar við öryggisspurningunni. Takk, Finnur Rán, ég hleypið þér að þá vil ég minna ykkur á að við erum með mikrofóna hérna á flakki, þannig að þið með endilega gefa mig merki ef að þið eru að kveikna spurningar hjá ykkur og ég skal hérna gefa ykkur þá orðið eftir að Finnur hefur svarað. Gjör svo vel. Já, réttilega öryggismál eru afar mikilvæg á þessu sviði og alltaf bæta við Þorvarði, við erum alltaf með samskiptanet milli sjúkraskrár og veru og sem samskiptanet sem var þá öryggissamskipti, en bara svona rétt til þess að koma inn á í framhaldi af þessari þessu frábæra innleggi frá þér, Sigurður. Ég heldur sér búin að búa til Healthflix vegna þess að sko okkur finnst fáránlega hugmynd að fara í dag á vídeolegu. Eftir ekkert mjög langan tíma mun okkur finnast álíka fáránlega hugmynd að fara til læknis. Það þýðir ekki að fólk hætti að horfa á vídeo, fólk ekkert hætti að horfa á bíómyndir þó að Netflix hafi drifið blockbuster og aðra vídeolögur. Það bara gerir það öðruvísi, neyslan öðruvísi og miklu skilvirkari. Þannig að við erum í dag með í rauninni alla innviði til þess að hvort sem að sjúklingur býr á Kirkjubæjarklaustri eða einhvers staðar á Langanesi eða hvar sem þar sem nú kannski svona 1400 km alltaf til Reykjavíkur fram og tilbaka. Kannski þetta bara alveg fáránlegt fyrir einhvern sem býr í vestur í bæ og þarf að fara upp í á spítala sem eru örfáu kilometrar. Það er tilgangslaust ferðalag í flestum tilvikum til þess að gera nákvæmlega það sem þú varst að segja, Sæll Jóhann, þér líður vel. Þannig að í dag erum við með alla innviðina til þess að gera nákvæmlega þetta, þú lýstir þessu ágætlega. Við erum með innviði núna, fyrir ekki við kannski tala mér aðeins nær, þar sem að öll okkar geta skráð lífsmörk, blóðþrýsting, einhverjar hjartsláttamælingar, blóðsykurmælingar, hitt og þetta, inn í okkar eigin persónulegu heilsugátt sem að hefur tengingu við 95% af sjúkraskrá alla landsmanna. Þannig að þetta er í rauninni vandamáli sem við erum að horfa fram á núna er ekki tæknilegt. Getur gert allt saman. En má kannski aðeins botna þetta og kannski snúa með hans yfir á ensku. So I'm gonna try to drag you into the discussions a bit. We have been hearing really great case studies here from the Icelandic community, from Guðlaug and Sigurður, who have been working in this field for many years. And specifically, this is a very applicable field in Iceland, given that we have very few people who actually live here, and the macro trends that you are describing in your slides are affecting us therefore with even greater force, meaning that we need to be more scalable and we need to be more efficient. But we also live in a quite large country, meaning that it's quite a long distance often for people to commute to visit doctors. And we were having great case studies here of how this technology is being used today. But what I took from it, and I would like you to maybe to give your input in, was the user experience. You referred to the Czech case, where the user experience was often a hindrance for users. But what I'm hearing from Guðlaug and Sigurður is that the user experience is often so good that I was wondering, are we at a point where the patients are starting to demand this kind of service? Yeah, I think, that particular Czech example, I think part of the research was to identify whether there were cohorts in the population where it was most applicable, so whether there were particular types of hypertensive patients or particular ages or so it wasn't often a hindrance, it was particular elderly population where it was seen to be a hindrance. And I come from a background of device development, and it's a key focus to make that user experience as simple as possible. So whilst it might not be perfect, people don't have great issues in using that technology, and obviously we can do more to improve it, but it's still at a state today where people accept it, and obviously Internet of Things is already within our lives in lots of things we do. I did actually pick up on the notion of Healthflix, and we have that was one of the only words that I understood. There's a service that started in the UK now, and it's called Babylon,
and it's attracting, and I think there are similar offerings in different countries. I think in the US there's Teladoc, but it is very much the concept of HealthFlix. So £5 a month, I have an app on my phone, I get unlimited access to a general practitioner, and that general practitioner is supported more and more. Now, this is where Babylon are in partnership with Google to support that triage and the diagnosis of patients, introduce artificial intelligence to make that diagnosis more accurate. That user experience is very familiar. Everybody's familiar with video calling, and the fact that it's a practitioner is. We have different pressures in the UK. It's not a case of distance. It's the fact that we have to wait 3 to 4 weeks for an appointment with a general practitioner because there's so much overload on the system. So having a video call system is a great way to get either out of hours or relieve some of the pressure. So it's exactly the same technology, but it's the same issue of access to medical care. Við erum með eina spurningu úr sal, þar herramaðurinn þarna aftast, bara kynna sig og hvaðan þið komið og bera svo upp spurninguna á íslensku eða ensku eins og þið viljið. Já, ég heiti Þorleifur Jónasson, ég er forstöðumaður tæknideildar hjá Póst- og fjarskiptastofnun. Kannski ekki beint spurning en ábending. Það er mjög ánægjulegt að heyra frá ykkur og að þið eru byrjuð að nota þessa snjöllu tækni í heilsugeiranum og við vitum það að tæknin er til staðar í dag. Við eigum að vera að byrja að nota hana miklu meira. Það er gott að blessa að það eru komin tæki sem hægt er að vakta og myndavélar að koma í sjúkrabíla sem að sækja fólk sem að hefur lent í einhverju kannski misjöfnu við klaustur eða þarna lengra. En þá er rétt að benda það að það þarf að vera samband. Við þurfum að vera tengd á þeim stöðum þar sem myndavélin er til að hún koma á notum og ekki síður þarf að tryggja bæði áreiðanleika og gæði á þeirri tengingu, áreiðanleika kerfana. Ég ætla svo sem ekkert að skorast undan ábyrgð þar heldur, en það er bæði okkar og fjarskiptafélagana að tryggja það að innviðirnir séu til staðar og innviðir að þeim gæðum og áreiðanleika sem við þurfum. Takk fyrir þetta, góða ábending. Ég ætla að fá að standa upp, sko, ég vinna á Klaustri, þannig að GSM-i dettur út, þannig að margoft rétt í kringum Klaustur. Við höfum þurft að hafa mann út á hól, kannski í 25-50 metra fjarlægð til að verða þar eina netsambandi. En það sem ég ætlaði líka að bæta honni, það er það að tæknin er þarna. Ég hef engar ágjör á tækninni, en það tekur 1, 2, 3, 4, 5 ár fyrir heilbrigðisstarfsfólk að sætta sig við hana og það tekur fólkið í landinu, sérstaklega eldra fólkið, 5 ár í viðbót til þess að sætta sig við það að sé allt í lagi að fara og bara sjá sjónvarpið og slíkt. Þannig að þetta er minnst ákveðið 10 ára prójekt framundan. Við vitum meira sem eru hér að þetta er rétt, en það tekur, við höfum reynslu og heimahlynningunni þegar vorum að koma inn í fljótið. Við vissum að það var æðislegt að sinna fólki deyjandi heima. En það tók okkur 5 ára að læra það og það eru ennþá menn á Landspítalanum sem eru á móti því. Sko stytta núna svörun okkar að því að það eru fleiri sem eru með spurningar, vilja fleiri segja eitthvað örstutt innviðina, erum við bara hreinlega tilbúin í þessa tækni? Já, ég kannski leggur beint mér kannski að svara þessu fjarskiptainnviði en þetta er bara mjög gott að benda það að fjarskiptainnviðir og góðir og öryggi fjarskiptainnviðir eru náttúrulega forsenda fyrir því að hægt sé að tala svona tækni og þar má nú alltaf bæta og sem betur erum við að sífellt að gera það. Og ég bara fagna því að ríkið er líka búin að stíga inn hérna og er með mikla áherslu á að leggja ljóslegra dreifibýlir og að stíga inn þar sem að einkafyrirtæki sjá sér eða get ekki komið inn. Þannig að við bara fögnum því mjög. En jafnframt vil ég aðeins bara draga athygli ykkar að því og okkar að fjarskiptainnviðir á Íslandi eru mjög góðir. Það kom út skýrsla frá Undirstofnun Sameinuðu þjóðanna út fyrir nokkrum mánuðum síðan sem að setja okkur í annað sæti í öllum heiminum
rétt á eftir Suður-Kóreu, meðal annars vegna þess hvað útbreiðsla á interneti almenn og fjarskiptakerfið öflugt og gott. Þannig að við höfum góð innviði til að byggja á, þrátt fyrir að við getum alltaf gert betur. Okay. Það kona hér og þarna sem eru með spurningu og kynna sig og hvaðan þeir komið og ber upp spurninguna. Já, góðan daginn, takk fyrir fundinn. Ég heiti Auður Ólafsdóttir, sjúkraþjálfari. Ég hef starfað sem verkefnisstjóri í innleiðingu hreyfiseðils á Íslandi og nú þetta verkefni orðið hluta heilbrigðisþjónustu og við höfum nýtt þessa tækni í það að koma hreyfingu fólks frá búnaði sem það með uppum yfir í tölvukerfi sem er svo gagnvirkt kerfi fyrir hreyfistjóra sem eru sjúkraþjálfarar starfandi allt land og ég sé alveg fullan góða þróun í þessu sambandi. Nú þetta kerfi, tölvukerfi að koma yfir til TM Software sem er að innleiða þetta inn í sögukerfið sem hluta þessari veru sem kom fram hér fyrir nýjaðnaðan. En það sem ég langaði kannski aðeins að benda á og að velta fyrir mér hvort að, og kannski til þín Sigurður, kannski einnig helst hafið þið eitthvað orðið verið það að lagaumhverfi Íslendinga tefja okkur í þessari þróun af því að sumu leyti finnst mér kannski tengslum við bæði sjúkraskrá, lög og reglugerðir sjúkraskrá og svo lög og reglugerðir heilbrigðisþjónustu að þau tefja okkur svolítið í þessari þróun. Getur það verið eitthvað vandamál? Ég ætla að tala við honum á hálfu, því að það fyrir bara eins og persónuvernd stendur öllum svona málum fyrir þrjum. Og það það sem, þetta á hverjum level sem við lendum í vandræði. Og þess vegna köllum við prójektið á Klaustri tilraunaprójekt og svo að segja dönsk, svo gef við fullstændig skid í resten. Og við bara keirum það og þarna séum við líka þú og þitt, það sem þú ert að gera klassískt dæmi hvernig þetta nota fjárbúnað til að þjálfa fólk á milli landshluta án þess að sjúkraþjálfun sem stað. Með það, fleiri spurningar? Þú varst búin að biðja orðið og ef þið viljið beina láta þá veita. Já, góðan daginn. Ég ætla nú líka kannski að kommentera bara á þetta. Ég heiti Steinunn Arnardóttir og ég er sérfræðingur í innkirtlalækningum og er búin að vera vinna með fólk sem með typu 1 sykursýki sem langvinnur sjúkdómur, oftast frá barnæsku og ég var að flytja heim frá Svíþjóð. Ég veit ekki alveg hvort ég geri eitthvað grein fyrir því hverju við stöndum fram fyrir að reyna að koma þessu á hérna. Sko, íslenski sjúklingar eru með ágætistækni. Það ekkert sérstaklega gott eftirliti við því hvaða blóðsykursmæla má flytja inn eða hvaða reglur það er. Það bara eitthvað tilboð og einhver kona sem hefur enga þekkingu sykursýki sem ákveður hvort að það er í lagi eða ekki. Þannig að úti vorum við sem sagt að vinna þannig að allir sem eru með sykursýki typu 1, eru með blóðsykursmæli, insúlínpenna eða insúlíndælu, geta hlaðið inn í sínum gögnum heima hjá sér, skoða það sjálfur í sinni tölvu. Það geta líka valið það að tengja það okkar móttöku og senda okkur skilaboð ef þeir eru í einhverjum sérstökum vandræðum og vilja að við kíkjum á eitthvað sérstakt. Þannig að það er svona heila grundvöllurinn fyrir því að við getum hjálpað þessu fólki heima og það þurfum ekki að koma og við þurfum að gjörsamlega fletta í gegnum mælana þeirra bara handvirt eins og er svolítið á Íslandi. Og við vorum með fjarmóttöku sem var vel nýtt og sérstaklega fyrir svona fólk var lendi vandræði með eitthvað í hversdagslífinu sem vildi fá hjálp við og veit náttúrulega að á sjúkrahúsunum býr mikil þekking hvernig á að leysa þessi vandamál. En getur verið erfitt að komast að, getur verið erfitt að komast frá vinnuveitundur eru ekkert sérstaklega svona vinnuveittir fólki með langvinnan sjúkdóma, þá þurfum við að vera að skreppa. Þannig að ég er búin að vera að vinna með svona fjarþjónustu lengi og er bara mjög sátt við það, engin vandamál þannig. Fólk var samt hafði lent í því að yfirmaður hafði hakkað inn á sykursýkisgögn og séð að sjúklingurinn var að fara í sykufall og sjúklingurinn misti vinnuna, þannig að þetta er mjög viðkvæmt mál og verður að vera vel gert. En það sem við stöndum frammi fyrir núna á Landspítalanum með það, ef við maður líka þessu við vídeólegu þar, við þurfum að bæði að fara út á vídeólegu til þess að lega spóluna og tækið. Af því að fólk getur ekki sendt okkur gögnin sín, það getur ekki hlaðið niður endilega heima hjá sér og sendt okkur það á okkur öruggan hátt. Við getum náttúrulega ekki tala við það við neinni fjarþjónustu og það er enginn sem hefur yfirsýn yfir í rauninni það hvernig á að leysa þetta og það eru komnir til dæmis blóðsykursmælar, svona síritar sem fólk er með á sér allan tíman og sýnir bara hvað er að gerast með blóðsykurinn og sendir það í síman. Þetta er leyfilegt allstaðar í Evrópu að hafa þennan app í gangi en einhvers staðar á Íslandi þá er þeir að reyna að flækja það að þessi app sé ólöglegur. Þannig við getum ekki notað þá tækni þó hún sé til.
og þó að þekkingin hvernig á að nota hana sé líka til. Þannig að sko, við erum alveg rosalega aftarlega á merinni og það er alveg svakalega mikið mál að fara að koma þessu öllu í gagnið. Ég veit ekki hvort að þið hafa einhverja lausn á því. Já, ég bara leitt að heyra að þetta sé svona aftarlega en kannski undirstrika það sem ég hugsa að það sé mikið bara hreinlega tækifæri. Þegar maður heyrir svona sögur þá náttúrulega hugsa maður strax eða mann langar bara að bretta upp ermar og byrja, sko. Af því að ég held að þetta hafi bæði náttúrulega mjög mikið með gæði lífs hjá þessu fólki að gera og hefur heilmikið með bara hakan í kerfisins að gera. Þannig að ég veit svo sem ekki af hverju þetta er ekki komið lengra en mögulega er einhvers konar kostnaðarmál einhvers staðar þarna bakvið, hugsa maður. En þá hugsa maður líka að ef að ég spara þarna þá aftur velduru óskilvirku kerfi sem aftur kostar líka mjög mikla peninga. Ég myndi bara bergmála þetta. Ég meina þetta er budgetmál, þetta er pólitík og persónuvernd og Sigurður nefnir mögulega. Þetta verður að fara gætilega með persónugreinanlega upplýsingar eins og náttúrulega vandræðilegt að heyra vinnuveitendur noti hakkin í upplýsingar og noti það með þessum hætti. En þú lætur þetta hljóma eins og þetta sé svona nokkuð óyfirstíganlegt vandamál. Það er það auðvitað ekki. Ég meina það er búið að gera þetta einhvers staðar í nágrannalöndunum, við erum kannski eftir á einhverju reglugerðum, en við erum með infrastruktúrin. Ef það eru til mælar sem að fylgjast með, og þeir eru til, það eru til alls konar mælar til að fylgjast með sykursýku tengdum einkennum sem geta sendt upplýsingarnar, hvort það eru síma eða eitthvað annað kerfi, og þá erum við með kerfi til að taka á móti þessu, tengja þetta við sjúkraskrána, tengja þetta mögulega með einhverjum svona gervigreindar hætti við heilbrigðisþjónustuna, og á endanum þá snýst þetta bara það að þessar upplýsingar sem við getum safnað, hvernig komum við þeim á framfæri til heilbrigðisþjónustunar eða jafnvel til sjúklinga til þess að það sé hægt að gera eitthvað gagnlegt við þetta. Og það hljómar fyrir mér ekki eins og óyfirstíganlegt vandamál. Það þurfa einhverjir aðilar að setjast niður og vinna þetta saman, en ég held við sem með alla innviði til að gera þetta. Næst besta tæknilega innviði í öllum heiminum, þó svo ég reyndar get ekki keyrt frá Þingvöllum og til Reykjavíkur án þess að missa GSM-samband, en það þarf ekki að fara á Klaustu til þess. En og við erum með sjúkraskrána, við erum með portal tengt við hann og svo framvegis, gagna sitt samskiptakerfi. Hægt að gera þetta. Frábært þú komin heim. Sko, það er oftalega það að sænska ríkið sé erfitt og flókið og mikil bírókrasi og allt svoleiðis. Það verður bara að segjast eins og það var ekkert mál að koma þessu á laggirnar þar, og þær spurningar sem ég er að fá hér, þær eru bara sérstaklega þá frá sjúkratryggingum og svona, ekki frá sjúkrahúsinu, sjúkrahús alveg til í þetta. Þær eru eiginlega bara fáránlegar. Þú veist, ef einhver svona samráð á þessu markaði hérna á Íslandi, eru þið eitthvað að tala við En ef við ekki bara búið til vinnuhóp þetta? Við Ég skulum hugsa koma það. með einhvern í þann vinnuhóp, svo fáum við einhvern frá vinnuhópum bara. Fá fólk bara á ráðuneytinu hér, en það er ungur herramaður hérna við gluggann sem ætlar að fá að spyrja næst. Og styttum núna svörina því að tíminn fer að vera dýrmætur, það er alltaf þannig. Já, Guðjón heiti ég, starfa hjá TM Software heilbrigðislausnum. Mér langar aðeins að koma með svona smá spurningu inn í þetta innlegg vegna þess að við erum að þróa heilsuveru.is þar sem að fólk getur núna í dag skráð lífsmörk og fleiri hluti, blóðsykur, þarmeðtalið. Það hefur hins vegar ekki tekist að fá að senda þessu gögn inn í heilbrigðiskerfið, einmitt út af ekki tæknilegum vandamálum, heldur einmitt þessu varðandi bara verklag og vinnulag og jafnvel ábyrgð. Er heilsugæslan orðin ábyrg ef einstaklingur skráir blóðsykur í einhvern tíma og gildin eru klárlega fyrir utan eitthvað normalt range, er hún þá orðin ábyrg fyrir því ef eitthvað kemur fyrir sjúklingin? Hvar á þetta að fitta inn í vinnulag læknanna? Hvenær er að fara yfir fyrir upplýsingar? Það vantar raunir þessa ferla. Hvernig væri best að standa því að koma þeim á? Takk fyrir. Viltu beina þessu að einhvern sérstökum eða bara leyfa? Já, kannski Sigurði. Já. Ég ætla bara að taka undir það mikið ofboðslega gott að sjá út komin heim. Og það er einmitt, en það sem við gerðum á Klaustri, við byggum til tilraunaprójekt, spyrjaðu og kallaðu tilraunaprójekt og ullaðu á alla sem hafa með afhættuðsundinu.
hvað var þar þannig að koma svona samvinni í gegn, vildu endur taka aðeins það sem hún sagði, svona aðalatriði? Í raun og veru það er hægt að skrá þessi gögn í dag á svæði sem er tengt sjúkraskráni á öllum heilbrigðisstofnunum landsins. Það hefur ekki fengist, í raun og veru komist í gegn að senda þessi gögn til viðeigandi aðila vegna þess að þetta fittar ekki inn í þeirra verklag og þá kom upp svona álitaefni varðandi ábyrgð. Sko, mín skoðun er eftirfarandi, reynið að halda læknum frá þessu. Þeir að ræða þetta í hóp, búa til þverfaglegan hóp eins og var stundið upp á hérna og að byrja, þeir sem hafa áhuga og kunna, þetta byrjar ekki öðruvísi. En læknar munu alltaf segja að þeir hafa ekki tíma og þannig að amma þeir sé veik eitthvað svoleiðis. Eða ef ég má bæta við, gerum læknum það auðveldara. Í dag er náttúrulega mjög óþægilegt fyrir lækni sem að mögulega kemst ekki yfir allar upplýsingar sem streyma inn í heilsuveru, heilsugáttina, mögulega upplýsingar sem bendir til þess að sjúklingur sé í vandræðum. Það er eðlilega mjög óþægilegt fyrir hann að hafa ekki tíma til að fara yfir þetta vegna þess að hann geti staðið upp með það, hérna inni voru bara upplýsingar að yfirvofandi hjartaáfall og svo gerist það og ég átti að sjá þetta. Þarna þurfum við náttúrulega að koma með verkfæri til þess að hjálpa læknum að meðhandla þessar upplýsingar og við höfum þau í raun og veru í dag, kannski ekki alveg komið jafn langt og snjalltæknin og IoT, en þetta er bara helst allt hérna hönd í hönd. Við erum komið með verkfæri, ég sá hérna einn frábæran samstæðsaðila Vodafone, IBM, engin bæjas hérna, sem er í raun að búa til lækni sem heitir Watson, sem er orðin svona second opinion í krabbameinslækningum. Þú getur bara ítt að taka og hérna fengið upplýsingar bara, ég meina, ekki fyrst opinion, heldur second opinion og þetta er fyrir lækni sem kemur með hérna fyrst opinion. Við eigum bara að búa til verkfæri sem að setja upp flagg fyrir Sigurð eða einhvern annan lækni þegar það er komin einhver upplýsingar inn í heilsugáttinu það hérna er bara vandamál á ferðinni og þá bara fer hann að skoða það er ekki að skoða allar upplýsingar. En það er það sem ég er að segja með þessu, það er ekki að bölva læknum, heldur það að datað fari í gegnum til hjúkrunarfræðinga, í gegnum aðra sérfræðinga, sjúkraþjálfara áður en vandamáli kemur til lækna. Það er lífendafræðinga fyrir sig. Ég var að trúla við einu sinni og með á allan þann hátt að síja þannig að læknirinn taki í raun og veru á þau málin sem læknir þarf að taka á. En það sem ekki íslt orðum kollega mína, en sumir líta svo á að það sé bara læknirinn sem geti tekið, meðan það er teymið sjálft sem gerir ákvörðuna betri og það er þetta að síja þá. En svo í okkar tilfelli á Landspítalanum, mitt áhraðara, að þá er ég svona kontaktmanneskja bæði við sjúklingin og læknin. Ég tek við þessum upplýsingum og með þess svona first hand, hvort það sé eitthvað að og hef það samband við viðkomandi lækni og hérna prenta út fyrir hann, útskrift sem ég fæ eða hringi sjúklingin og segja þetta er allt í lagi, þú þarft ekkert að hafa áhyggjur af þessu og fólk hringir mikið í mig og spyr er ég að senda eða er ég ekki að senda. Þannig kemur Guðlaugin á punkt illa því það er svo stutt eftir að koma bara með lokaspurninguna en það verður tími til að spjalla hérna saman aðeins á eftir. Það kannski það er engin vafa á því að það eru þetta forvarnir eru alltaf besta vörnir. Það er svona gömul tugga sem er engu síður með sönn og sparar okkur hvað mestan kostnað að það er að fólk viti fyrirfram ef að eitthvað er það bil að fara úrskeiðis. Býður þessi tækni upp á einhverju lausnir sem að leyfir þá okkur sem teljumst heilbrigð svona í daglegu lífi að sjá einhver hættumerki í okkar fari ef maður geti bara svolítið fylgst með sjálfum sér hvenær maður ætti einmitt að leita læknis varandi hjartsláttartruflanir eða hvað eina. John, I'm asking about precautions. Is there anything in this technology that allows healthy people to monitor themselves? But I want to start with Finnur and go around. Að sjálfsögðu. Hérna fjöldi stúdía sýnir það að fólk sem er meðvitað eigin heilsu fylgist með henni sjálft og við kallum svona engaged patient þeir ná miklu betri árangri að halda heilsu og það er nú bara svo einfallega þannig ég meina ég er með hérna lítinn síma og ég er með hérna blóðþrýstingsmælingar núna síðustu 2 ára hérna inni öðru hverju, ég sé bara það sjálfur
ég þarf engar lækni til að sjá mæla blóðþrýstingi hjá mér eða hjúkrunarfræðing, ég hef bara gert það sjálfur og það er miklu betri mæling ef ég mæli sem ég kannski næ nú ekki gera, mæli einu svona dag yfir eitthvað mánaða tímabil heldur en að mæta einu svona á spítala og þú ert illa fyrir kallaður og kannski stress í vinnun og eitthvað svoleiðis og með einhverja sky high eða allt og lága mælingu. Þannig að það er augljóst mál að þessi tæki sem við berum núna öll á okkur, þau hjálpa okkur að fylgjast með okkar eigin heilsu og aftur að þessum punktum preventive, ég meina heilsukerfið okkar er náttúrulega mjög upptekið að því að fást við vandamál sem eru orðin, fólk sem mæti bara sjálft til læknis vegna þess að eða að leita sér heilbrigðisþjónustu vegna þess að það er bara orðið eitthvað að, en ef við getum bara komið í veg fyrir að verða eitthvað að með að flagga þessum hlutum sem við getum, bara með vísan í það sem Guðjón var að nefna, þá erum við að örugglega spara ansið mikið. Í dag erum við að spara öðrun og henda krónunni. John, short comment from you and then we will finish the meeting. Sure. Well, I think that's one of the key benefits. I think one of the points I made around the chronic conditions is there is a need for patient self-management, and I can take the diabetes example that I showed. It's a fundamental component of diabetes management. The patient takes responsibility for their own self-management, and having access to the content that allows them to improve decision making or help them understand particular decisions is great support for something that is very complex. And whilst they might not want to think about diabetes all of the time, but it really does support in those types of conditions. And having that feedback loop to improve the decision making makes that a lot easier for them. Thank you very much. Við erum að skríða í 10:30 sem eru fundarlok. Ég held við setjum bara punktinn hér, en að sjálfsögðu er að spjalla við okkar sérfræðinga áfram og það eru bæklingar á borðunum með netföngum og slíku sem þið getið þá farið með áfram með þið viljið kynna það fólki. Takk kærlega fyrir. Fundið slítið.